Sigmundur Davíð, þið oddvitar ríkisstjórnarinnar, þið talið mikið batnandi hag þjóðarinnar og heimilana. Þetta ekki réttmætt gagnrýni stjórnarandstöðunnar? Nei, hún það nú ekki. Ef við til dæmis tökum bara þessar tvær mikilvægu stofnanir sem þú nefndir, Landspítalann og Ríkisútvarpið, þá það nú býsna hart að eftir að þessar stofnanir gengu í gegnum gríðarlega niðurskurð á síðasta kjörtímabili, þegar ríkið var reyndar rekið með halla ár eftir ár. En það var skorið alveg gríðarlega niður í báðum stofnunum, að núna, þegar við erum að bæta verulega í á báðum stöðum, að því marki að framlög til Landspítalans hafa aldrei í sögunni verið jafn mikil, það raunvirði, og framlög til Ríkisútvarpsins þau mestu sem þau hafa verið í núna í allmörg ár, miklu meira en þau voru hjá síðustu ríkisstjórn, að við þær aðstæður sé umræðan látin snúast það að það sé niðurskurður og jafnvel niðurskurður að því marki að það sé verið að ganga nærri þessum stofnunum. En það samt ekki rétt með þegar stjórnarandstaðan heldur í fram að það sé verið að lækka veiðigjöld og það mætti fara meira í heilbrigðiskerfi, svo við tökum það sérstaklega sem dæmi? Ef við tökum þessi tvö dæmi sérstaklega, þá hefur sjávarútvegur aldrei skilað jafn miklu til samfélagsins og nú. Jafnframt það séð að ef ekki hefði verið gerð þessi breyting á veiðigjöldunum, þá hefði það þýtt fjöldagjaldþrot í greininni hjá millistórum fyrirtækjum og litlum fyrirtækjum, með þeim afleiðingum að fjölmargir staðir hefðu lent í sömu stöðu og Djúpavogur til dæmis, að þeir fótunum verið kippt undan atvinnulífinu þar. Hvað var það fram til heilbrigðiskerfisins? Það var ágætt að skuli nefna það, vegna þess að þar búið að bæta verulega í. Og undarlegt í því eins og því sem ég nefndi áðan að heyra gagnrýni frá fólki sem að skar allt of mikið niður á þessum viðkvæmu sviðum og á þessum viðkvæmu stofnunum nú þegar við erum að forgangsraða í þágu einmitt heilbrigðiskerfisins. Það ekkert að sleppa þér án þess að spyrja þig læknaverkfallið. Þingið að fara í þinghlé hér í kvöld og næstu aðgerðir eru boðaðar 5. janúar og heilbrigðisráðherra hefur sagt að þær verði mun alvarlegri. Hvernig bregst þú við? Auðvitað hefur maður verulegar áhyggjur af þessu læknaverkfalli. En maður vonar hins vegar að það sé einhvað að komast á hreyfingu þar. Mér heyrist svona á mönnum sem að hafa tjáð sig þetta í fjölmiðlum að minnsta kosti og eftir því sem maður kemst mest með því að fylgjast með þessum viðræðum að það sé einhver von til þess að þetta geti farið að hreyfast í rétt átt og ég vona. Kemur til greina að setja lög á verkfall? Nei, við höfum ekkert velt í fyrir okkur. En það ætti það ekki þurfa að koma til. Við hljótum að geta náð skynsamlegri niðurstöðu í þessu og náð því sem ég hef kallað þjóðasátt mikilvægi heilbrigðisþjónustunnar. Og það má fylgja sögunni að það ekki heldur rétt að það sé verið að auka greiðsluþátttöku sjúklinga eða draga úr bótum. Það þetta móti verið að auka verulega við bætur frá þessi ríkisstjórn.